Þátturinn unnin í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar, Akureyrarbæ. Það snjóar án afláts í íþróttabænum í dag, en við látum það ekki á okkur fá frekar en fyrir daginn og heimsækjum Matti og Fylki Þór í Stapasíðu. Þau eiga 3 börn, öll orðin hálffullorðin og þegar okkur ber að garði Arnar Þór sá eini af systkinunum sem heima við. Foreldrarnir Fylkir og Matti eru íþróttafólk og það hefur aldrei neitt annað komið til greina en að vera á kafi í hreyfingu. Matti fædd og uppalinn á Akureyri og var ein besta fimleikakona bæjarins tíma. Fylkir golfari og fyrrum knattspyrnumaður en hann kemur upphaflega frá Ólafsfirði. Fjölskyldan rótgróin í Síðuhverfinu og segja bæinn henta mjög vel fyrir íþróttafólk. Ég veit ekki hvaða íþrótt ætti að vera sem að maður getur ekki hérna. Ég náttúrulega mest í golfi núna og aðstæðan þar sem við höfum náttúrulega alveg frábær. Búið að byggja þarna klappir upp á golfvelli úti á æfingasvæði og svo fínasta æfingasvæði í kjallaranum á höllinni. Völlurinn náttúrulega búið að taka hann allan, byggja hann upp og hann náttúrulega í frábæru standi, þannig að þetta náttúrulega bara snilld. Krakkarnir eru svo sem ekkert börn lengur en áður fyrir var fjölskyldan mikið saman í sundi og út að leika. Stundum að fara í golf og jú, hafa leikið sér í fótbolta og svona Já, svo bara ef við fundum gras og eitthvað þá náttúrulega, voru gerðar æfingar. Mamman var hérna með og krakkarnir gerðu bara með. En svo eins og segi, fótbolti og bara fjölskyldan var bara í leikjum og þetta var rosa gaman. Sumarfríum og þá vorum við alltaf út að leika. Það voru 5 leikar eða fótbolti svona mest. Svo þegar við byrjuðum að fikta í golfinu þá náttúrulega vorum við öll út á túnni einhvers staðar að slá. Krakkarnir allir alveg með keppnisskap dauðans. Þau svona fara misvel með það en og þetta var bara, alveg frá því voru lítil Kannski svolítið manni sjálfum að kenna að maður var ekkert endilega alltaf að leyfa að vinna ef það voru einhverjar íþróttir í gangi eða fótbolti eða eitthvað og þannig að þau þurftu alveg að hafa fyrir því og það sést alveg í dag það mikið keppnisskap í þeim öllum Það fer ekkert á milli mála ef menn tapa þá þeir ekkert mjög hressir Þannig að það mikið keppnisskap alls staðar. Maður þurfti að fara vel að þeim þegar þeir voru búnir með leikina fótboltanum og sérstaklega fótboltanum þegar þeir voru yngri strákarnir. Ég fara betur með það núna þau. Tinna Karen 23 ára, prinsessan á heimilinu, en hún algjört hörkutól eins og bróðir hennar orðar það. Hún býr í Reykjavík eins og staðan og stundar nám í sálfræði í fjarnámi frá Háskólanum á Akureyri. Hún byrjaði í sundi og þegar hún var 4 ára og svo fór hún í fimleika líka. Byrjaði 3 ára í fimleikunum og var í því mjög lengi. Byrjaði í áhaldafimleikum og færði svo yfir í hópfimleika. Og það hópíþrótt, hitt einstaklingsíþrótt og var mjög lengi í því og stóð sér mjög vel og það unnu marga titla hópurinn saman. Síðan svona 17-18 ára þá byrjaði hún í crossfit. Þannig að það búið að vera allan tíman bara íþróttir og allt á fullu. Sævar Þór yngstur af systkinunum, mikill gleðigjafi og brandarakall segja foreldrar hans. Hann, rétt eins og hinir í fjölskyldunni, hefur ekki mikið setið á rassinum í iðjuleysi, heldur prófað hverja íþróttina á fætur annarri þangað til hann fann sig í knattspyrnunni. Hann var náttúrulega í sundi líka lítill og fimleikum fram eftir aldri og fór síðan í fótbolta og langmest búinn að vera þar, var í handboltum tíma líka og hann spilaði alla yngri flokkana með Þór og síðan eignaðist hann kærustu í Ólafsfirði og fór þá að spila með KF í Ólafsfirði, í fótboltanum. Í Ólafsfirði, hafið þú eitthvað með það að gera? Nei, reyndar ekki Þó tengingi sé sterk, þá kom ég ekkert nálægt því, en hann búinn að vera þar eftir hans 4. tímabil sem að byrja í sumar. Hann núna farinn til Bandaríkjanna, hann fór á skólastyrk í fótbolta í Stony Brook í New York fylki. Þeir eru 2 frá Akureyri, þannig að það ekki verra. Þeir verða herbyggisfélagar.
úti, þannig að það er mjög gott líka. En finnst ykkur ekkert skrítið að eiga barn í Bandaríkjunum? Jú. Jú, það er skrítið og kannski aðalega skrítið að þið skulle öll vera farin. Já, nú erum við bara svo ein. Við erum svo ein. Þannig að mér finnst það eiginlega svona, þú veist, erfiðast í þessu sko. Og náttúrulega sjálfsögðu hvað hann er langt í burtu. Og minn góður. Þú veist, þetta er ekkert barn, en þetta er barnið mitt og okkar. Heyrðu, þarna eru krakkarnir. Já, ok. Hæ, góðan daginn. Hvað segið þið gott? Bara ræðislegt. Hvað eru svona grunnatriðin í þessu? Sko, þetta hefur alveg sama grunn og fimleikar. Nema þetta er ekki alveg jafn stífa reglur, þetta ekki alltaf að vera með beinafætur og brosa og þannig. Svo erum við með, eins og hann er að gera svona volt sem er svona basic í parkour. Þetta er þú veist tricking og freerunning, þetta er þú veist freerunning og svo erum við alveg að gera svona tricks líka. Ok, spennandi. Þetta er svona fyrsta sem hún lærir nema ekki alveg svona kannski. Fyrsta sem við ætlum að láta þig prófa er speedvolt sem er einu auðveldasta sem hún getur gert yfir kaup. Það fer með eina hendi í, liggur eiginlega á hlið og báðir fætur yfir og Valgeir ætlar að sýna þér. Þetta verður ekki með í dansi. Þetta var miklu betra. Ok. Hefurðu einhvern tímann gert aftur á bak heljarstökk? Nei, ég held ekki, en Þú vilt prófa að gera bara venjulegt heljarstökk fyrst. kannski fyrst, já. Þá hoppa jafnfætis og bara upp með hendur og tekka vel. En ekki sama með hné heldur sundum með hné, svo þá er þetta í glóðröga. Byrja upp með hendur, svo beygðu aðeins hjánum og hallar aftur á bak. Svo spinnir þér og getur byrja bara að hoppa á bakið. Lenda bara á bakinu. Ok. Og mikilvægt að upp með hendur. Ok. Ok. Sorry, Tjörg, ég er bara alveg stressið, sko. Ok, 1, 2. Eða þú veist, ekki setja pressum. Það er ekki alltaf. Núna vatnspása. Hvað er næst? Nú er ég búin að jafna mig eftir þetta. Það er sem sagt sideflip sem er svona fyrsta trikkið sem hún lærir í parkour. Það er svona sem sérhæfir parkour. Þetta er ekki neitt fimleika. Þá sem sagt, ef þetta heljarstökk á hlið, þú verður að hoppa á hlið, þú getur ekki hoppa beint áfram. Og sendir hendina upp, sækir eplið og setur það í vassan. Þetta er eins og handahlaup án handa í rauninni, nema þú ert í kúlu. Ok. Og Valgeir ætlar að sýna okkur þetta. Ok. Svo hoppar á hlið, upp með hend, setur hann í vasan og tekkar. Ég hef tilfinninguna að ég geti þetta í fyrsta. Ok. Þetta er rétta leiðin, þetta er alveg rétta áttina, já. Já. Og þetta er allavega á hlið, en mér finnst ég bara ekkert, við verðum bara að gera eitthvað. Sorry, ég veit ekki hvort að framtíð mín liggi í fimleikasalnum. Ég efast stórlega það, en hvernig fannst þér ég standa mig? bara glæsilega með fyrsta skipti, sko. Er þetta alveg svona venjulegt að fólk sé pínu kjánulegt? Við hefum alveg lent í verra, sko. Já, ef ég var vanskilin. Vá, takk. Það er greinilega ekki bara á íþróttavellinum sem krakkarnir í Stapasíðu leggja sig fram, en Fylkir kann eina skemmtilega sögu af Arnari, elsta syni sínum, þegar hann ætlaði að láta til sín taka á leiksviðinu 11 ára aldurinn. Fór hann í áheyrnarpröfu þegar var verið að setja óvita, fara sína óvita hérna hjá leikfélaginu. Og hann náttúrulega vildi fá aðalhlutverkið, eðlilega, og minn maður mjög brattur og fór og síðan kemur hann heim og þá hafði hann ekki fengið aðalhlutverkið.
heldur eitthvað aukahlutverk sem var reynda bara mjög flott og frábær sýningar sem gengu hérna í 60 eitthvað sýningar held ég. En þegar hann kom heim þá settist hann hérna fram í forstofu, hengdi haus og sat þar örugglega í klukkutíma sko. Minn maður ekki kátur með að ekki fengið aðalhlutverk sko. Þetta kannski sýnir hérna einmitt karakterinn. Það að fara all in í öllu sem að hérna var tekið sér fyrir hendur. Fjölskyldan hugstóla harmi að slegin, horfinn drengur kær. Þó það hafi verið gaman að reyna fyrir sér á leiksviði, hefur Arnar eytt mun meiri tíma í íþróttir. Hann er 24 ára og í dag er hann markmaður handknattleiksliðs Þórs í meistaraflokki. Það er bara ekki hægt að skora. Þeir leipur bara inn í horninu. Hvað gerir Dagur núna? Nei! Þetta er algjörlega ótrúleg frammistaða hjá Arnari Þór. Hvað ertu búinn að æfa handbolta lengi? Örugglega bara síðan í 7. 5. flokki sko. Það byrjaði bara þegar Sigtryggur Daði Rúnarsson spurði hvort ég vildi ekki koma með á handboltaæfingu sko. Þá var það bara, eitthvað til í það skilur, bara eyða meiri tíma með vinum mínum skilur, svo bara eitthvað þú ert nýr, fara þú bara í mark og svo er maður bara búinn að vera í marki síðan sko. Einhvern tíðan þá heyrði ég að maður hlyti að vera svolítið ruglaður ef maður ætlaði að vera markmaður í handbolta. Er þetta ekki eitthvað svona sjálfsbindingarkvöt eða? Jú, það er margir spurt út í það sko. Ég veit ekki alveg hvaðan það kemur sko, þetta var bara gekk vel og þú veist, ég bara svona stick with it sko, bara fannst það gaman sko. Þetta er ótrúlega beint nef samt miðað við. Já, það eru nokkrir, maður var með spangir þegar maður var yngri þannig að það eru nokkur sár og skurðir og saumar inni fyrir innan sko, en það er alltaf leið að það sést ekki neitt sko. En uppáhaldsminningarnar eru örugglega bara allar hótelferðirnar eða ferðirnar suður með strákunum sko. Þú veist, við erum örugglega búin að fara 500-600 sinnum suður að gista á einhverju hótelherbyggi. Alltaf skemmtilegt, skilur, aldrei þreytt. Þannig að þið eru allir góðir vinir. Já, þú veist, maður er búin að eignast svo ógeðslega mikið af fólki og bara kynnast endalaust í gegnum íþróttir. Það er eiginlega bara, það er sennilega skemmtilegast sko, mér finnst skemmtilegt að vera í kringum mikið af fólki. Getur einhvern veginn séð fyrir þér sko lífið án þess að vera í íþróttum? Nei, og ég reyni ekki að hugsa mikið um það sko. Það er eiginlega bara, það kemur bara þegar það kemur held ég sko. Og hvert stefnir þú? Bara að halda áfram með þetta handboltadæmi, sjá hvert það fer með hana. Þegar þú verður eldri, hvað sérðu fyrir þér þegar svona, maður getur kannski lengur stundað keppnisíþróttir? Hvað ætlarðu að gera? Ég held ég muni alltaf finna mér einhverja íþrótt til að vera í. Golf er víst fínt fyrir gamla menn. Þú átt 2 systkini. Voru þið mikið að keppa á móti hvert öðru þegar þið voru yngri? Já, örugglega í öllu sko. Bara hver fyrsturinn á fjastringunni sko. Finnst þér erfitt að tapa fyrir systkiniðinum? Já, ef það gerist. Nú eru þau ekki hérna alltaf að svara fyrir sig. Ég stjórna svolítið hvernig þetta samtal fer með það sko. En það er, já, það er allt í lagi sko. Ég veit að þau eru mjög góð í öllu sem þau gera sko. Að lifa með því. Hvert ykkar er mesti íþróttamaðurinn? Ég held ég segi ég sko. Við erum í kaffispjalli hjá fjölskyldunni í Stapasíðu. Matti eða Mattea Sigurðardóttir er mikil íþróttakona en hún starfar sem fimleikaþjálfari og íþróttakennari í Giljaskóla. Ætli ég hafi ekki verið svona 7-8 ára eða svona 6 ára þegar foreldrar mínir snéru mig bara á hvolf. Lét mig standa á hausu fyrir vegg og höndum og svona. Og þá er ekkert aftur snúið. Þá bara settu þau mig í fimleika og ég hef verið í fimleikum síðan, í rauninni. Akureyrarmótin okkar voru mjög sterk hjá mér. Ég fór að vinna marga titla, náttúrulega á móti öðrum, það sjálfsögðu. Og svo eitt skipti var ég 6-faldur Akureyrarmeistari. Þannig tók ég öll áhöldin, slá, tvísl og stökk og gólf. Og svo 2 æfingar í frjálsum líka, á slá og gólfi. Og þetta var náttúrulega bara geggjuð upplifun, mjög skemmtilegt. Og svo hef ég komist á unglingameistaramót, fór 2 á unglingameistaramót og vann þar 2-faldan sigur og svo 3-faldan sigur, árið síðar. Það var svona 15-16 ára. Það var náttúrulega bara toppurinn. En svo hef ég verið að þjálfa fimleika
Komin held ég 35 ár síðan ég byrjaði á því og náttúrulega var að æfa og þjálfa með. Fimleikafélag Akureyrar varð að æfa við heldur þröngan kost í íþróttahúsi Glerárskóla áður, en glæsilegt fimleikahús var svo byggt og tekið í notkun árið 2010. Þá varð sprenging í fjölda iðkenda sem hefur jafnast út og núna eru það bil 400 sem æfa. Við höfum sko bara í mörg ár alltaf inn á milli verið að bara sópa verðlaunum, bæði í áhaldafimleikum, það hefur gengið mjög vel. Og hópfimleikonum líka, hinn í keppnisgreininni. Það hafa verið margir titlar þar og bara gegnum árið. Hvað er skemmtilegast við fimleika? Vá, það er bara, þetta er náttúrulega bara að vera að snúa sér á hvolf og gera handahlaupinn og fara á öll þessi áhöld, svo mörg áhöld, það er svo margt sem þú ert að gera. Og hlaupa og stökkva og trampólín og þú veist, það er bara Já, eiginlega ekki orðið yfir þetta. Þetta er svo rosalega skemmtilegt. Fjölbreytt og bara geggjur hreyfing, sko. Það sem ég er búin að segja í mjög mörg ár er að ég segi bara að allir krakkar sem eru 6, 7, 8 ára ættu bara að pröfa fimleika með þá annarri grein og svo að finna sig, vill maður halda áfram, en þetta mun hjálpa þér í öllum öðrum íþróttagreinum. Af því að það er náttúrulega allt í þessu. Það er styrkur, það er liðleiki, það er kraftur og það er bara einbeiting, það er, jafnvægi. Þetta náttúrulega hjálpar þér bara í öllum öðrum íþróttagreinum. Það er það sem að mér finnst að fólk ætti að hugsa og ég veit það. Ég meina, en þetta í dag er ég bara frekar góð í jafnvægi, ég er með ágætan styrk og bara þetta er búið að hjálpa mér í gegnum lífið, sko. Fimleikar eru ekki bara fyrir börn og ungt fólk. Fimleikafélagið hefur líka verið að bjóða upp á fullorðinsfimleika á kvöldin. Þetta er frábært. Og það eru náttúrulega, við erum bara á mjúkum dýnum og það er ekkert verið að taka einhverjar áhættur, sko. Og sumir eru að læra kottni sem aðrir eru að stökkva í einhver heljarstökk, sko. Og gryfjan hjálpar svo og stóra trampólínið og það geta allir komið. Og við erum bara á sínum forsendum. Og þetta er mjög skemmtilegi tímar, mjög. Ég hef komið þarna upp í hús hjá ykkur og þetta er eiginlega bara eins og svona risastór leikvöllur. Akkurat. Þetta er eiginlega fimleika veröld. Þetta er svona ævintýraveröld. Þetta fólk sem kemur þarna inn og krakkar, þau missa sig. Þau bara eru agndofa yfir aðstöðunni, sko. Þetta er frábær aðstæða. Jæja, þá er það prófun dagsins. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Við erum komin upp í K.A. heimili. Við ætlum að hitta hann Gunnar Örn. Hann er yfirþjálfari júdódeildar K.A. Ég fekk eitthvað svona sloppi eitthvað. Ég veit ekki hvað hann segir mér örugglega hvað það heitir. Og band, en ég kann alltaf ekkert að fara í þetta. Þannig að ég ætla að aðtöku hvort hann ekki hjálpa mér. Vinstri yfir. Vinstri yfir? Af hverju? Já, Japanirnir geymdu alltaf hnífinn sinni vinstra megin. Þannig að... Fæ ég hníf? Já. Ok, er þetta svoleiðis? Þetta er svoleiðis, til síðasta blóðdropa. Allar æfingar, þess vegna er einn hérna. Þú ert tilbúin í það? Já, hvað ætlar að kenna mér? Ég ætla að kenna þér detta. Það er fyrsta sem ég gerum, já. Ok. Til í það? Já, mér finnst mjög skemmtilegt að detta. Ok? Já. Þannig að það sem við gerum, í staðinn fyrir bara að beinta á bakið og með okkur ótrúlega mikið, þá þurfum við að dreifa fallinu, dreifa kraftinum þegar við dettum niður. Við gerum það með höndunum. Við erum niður og við sláum svona. Það er nokkuð fyrir. Já, ok. Já. Það er alveg hérna. Mér finnst þið samt alveg fá svona aftan á hálsinn, en það er kannski bara fint. Það er kannski bara að þú ert aumingi. Tjók, cut. En hérna, við þyrftum eiginlega að fara í kottnís á svona. Hvað sagðir þetta kallaðist? Ukemi, já, það sem við erum að gera núna. Já. Þetta er ukemi og það eru fallaæfingar. En ég fyrir út af kottnís, þá er ég hérna með hægri fótinn fram hérna og fyrir með vinstri öxlina, ég fyrir yfir öxlina. Ég fyrir ekki þennan traditional beint yfir kottnís. Það er svona á hlið einhvern veginn. Mjög fín. Þetta er þá til ég að gera á ferð svona júdókottnís í dýnuna. Já. Til ég að. Hvað er að versta sem getur gerst? Ekkert mál. Geggjað, eins og með. Þetta var geggjað. Ok, hvað snýst júdó? Hvert er takmarkið? Ég vil kasta þér á bakið. Það er bara í rauninni... Eða koma þér niður og halda þér fastri í 20-25 sekundur. Eða hengja þig
Hengja mig? Það að læsa það. Ég að reyna að láta það gefast upp. Og judo var gert þannig að við gætum stundað þetta alla ævi. Við höfum að geta komið, við geta glímt, tekið hressilega á því af öllum krafti og geta labbað út og verið bara góðir vinnir. Enginn slasa sig? Enginn slasa sig, bara mæta einn eftir. En þú veist, má gera hvað? Má ég bara rífa í jakkann þinn og... Þú mátt ekkert kýla með eitthvað svo veðs. Nei. Þú mátt grípa í jakkann minn. Já, það er ekkert peysutói í þessu. Nei, það er ætlast til þess að það er ekki. Já, ok. Staðan okkar þannig, við byrjum í kóta þess nær. Upp á staðan okkar, þegar við tökum, venjulega, tradisjonal. Það er hægri hérna í kragan. Ok. Og vinstri í armina. Þetta er tökinn sem við erum að reyna að ná. Ok. Og ég vil... Já, reyna að sleppa. Ég vil ekki að þú ná, þannig að við erum alltaf... Ok, þetta er línan hérna. Já. Og við erum að reyna að koma hvort þau eru í jafnvægi. Er það sem við ætlum að gera fyrst? Já, byrjum bara því. Ok. Sko! Já, ok, þú leiðir mér þetta, en alltaf. Nei, Heldur þú að ég geti kastað þér? Já. Þú heldur það? Ég held það. Ég held að þetta vera veðmál. Ok. Þetta var geggjað. Var þetta alltaf leið? Þetta var alltaf leið. Þú kastaði mig bara. Ég skal ná í einn. Býta aðeins. Ég ætla að kynna þig fyrir Gunther. Gunther? Ertu til í það? Já. Þú hitta Gunther. Þetta er Gunther. Þetta er Gunther. Segðu hæ Gunther. Hæ Gunther. Það var svolítið feiminn. Þá sest þú hérna niður. Bara á rassinn? Já, með hægra hnéð hér. Hægra hnéð. Eini. Og svona hliðinni, hérna á mjöðminni bara. Þetta er svona... Sest maður svona? Svona setja. Svona? Já, ok. Fótinn upp hérna. Hæ? Fótinn. Hvers konar? Nei, fótinn. Hérna. Þennan? Hvernig? Svona. Þú ætlar að taka í hendina með ermina og toga. Og togar ermina upp. Já. Og kreistir hérna niður, alveg hérna niður. Og löpinn hérna. Svona. Búm. Fest hérna, alveg. Þung. Þetta er kesakettan. Ok, og nú fer Gunther ekki neitt? Helst ekki, sko. Nei, ok. Getur hann ekki sparkað í hausinn á mér eitthvað? Nei, hann er brúða. Þetta er hanna til þess að þú sért að auðvika bara á síðustu stundu, sko. Þannig að ég er búinn að plana það þegar daginn sem ég deyr, þá er ég að klára júdóinn, sko. Fyrir gufuna, fer heim, leggst niður og svo vakna ég aldrei aftur, sko. En ég byrjaði daginn á júdó. Hvernig fannst þér ég að standa mig? Sko, þetta var allt í lagi. Já, ok. Já. En ég held að þú voru mjög fljót að ná þessu. Það er rými til batnaðar. Já, það er mikið rými. Það er alveg 1000 fermetrar eða eitthvað. En þú ert alveg með það. Óþarfi, já, ok. Þetta var píningurinn, ég mátti það. Þú stóðst þig mjög vel, æðislegt. Takk fyrir það. Já, og bara... Þetta var mjög skemmtilegt. Ég get alveg hugsað mér að æfa júdó. Ég held þú ættir að gera það líka. Aðeins að fara út fyrir rammann. Út fyrir rammann? Já. Það er nefnilega mjög gott. Já, það. Ég mæli með júdó. Fylkir Þór hefur alltaf haft mikinn íþróttaáhuga og prófaði flest sem var í boði á Ólafsfirði þar sem hann ólst upp. En þar er alls ekki óalgengt að fólk sé á fullu í fótbolta og vappi bæinn með skíðin á bakinu. Hann lék sér líka í snooker og golfi þar í bæ og enn í dag er það helst golfið sem á hug hans allan. Ertu góður í golfi? Og ég spila nokkur ára á GSI mótaröðinni og svona, sko. Kannski ekki með stórkostlegum árangri en allt í lagi, sko. Eftir að klappir komu, byggingin hérna við golfskálan, þá ertu komið með gríðarlega góða æfingaðstöðu til þess að æfa úti yfir sumartímann og svo er aðstæðan í íþróttahöllinni í kjallaranum mjög góð. Þar getur þú slegið í net og þú getur pútað og þar eru golfhermar þar sem getur greint sveifluna þína og völlurinn náttúrulega búið að byggja hann upp allan. Endurbyggja alla flatir og hann er gríðarlega góður standi, virkilega góður, þannig að það er alveg fyrsta flokks aðstæða, það vantar ekki.
Fylkir spilar fyrir golfklúbb Fjallabyggðar þó að hann æfi oftast á Akureyri. Já, árið 2012 þá urðum við Íslandsmeistarar í sveitakeppni, eða Íslandsmóti golfklúbba eins og það heitir í dag í annarri deild og komumst semst upp í efstu deild sem var búið að vera markmið hjá okkur langan tíma. Sko. Og einmitt Þorvaldur heitinn Jónsson sem var nú framkvæmdastjóri N4 var með okkur í sveitinni. Og mikið alltaf vænt þann sigur og hafa spilað í efstu deild sem sagt árið eftir og við erum reynda búin að komast tvisvar eftir það upp. Sko. Það eru 2 íþróttafélög á Akureyri fyrir fatlaða og Fylkir hefur lengi starfað við þjálfun hjá íþróttafélaginu EIK. Þá var ég að vinna með konu sem átti þroskahamlaða dóttur og þá vantaði þjálfara hjá félaginu og hún spurði hvort ég vildi prófa og ég gerði það og þetta er búið að vera ofboðslega gaman. Ég væri ekki í þessu ennþá nema að þetta er svo gaman sko. Þannig að þetta er að verða 30 ár sem ég er búinn að vera að þjálfa. Og mest verið að þjálfa boccia, hefur líka þjálfa frjálsar og fótbolta. Við höfum verið með, boðið upp á þessar greinar, við erum reyndar hætt með fótboltan núna en frjálsar eru ennþá og boccia er svona mest í fjöldin hjá okkur í boccia. Þetta gefur manni svo mikið sko, maður getur lært margt af þeim. Þau eru svo einlæg og þau sko, það þarf oft svo lítið til að gleðja þau. Maður sér oft, þú veist, hvað maður er að pirra sig út af fáránlegustu hlutum sko. Og bara mjög gefandi og virkilega skemmtilegi karakterar sem maður kynnist. Mikið keppnisfólk sumt sko, meðan að öðrum er alveg sama og bara ótrúlega gaman. Við erum búin að fara á alþjóðleika Special Olympics margoft, ætli sé ekki hátt í 20 aðilar úr félaginu sem eru búin að fara. Þetta er alveg ofboðslega skemmtileg upplifun fyrir þau að komast á svona og algjör snilld bara að þessi möguleiki sé í boði fyrir fólk sem er að stunda íþróttir með þroskahömlun sko. Já, það er virkilega gaman að líka fara með þeim í þessar ferðir. Alveg virkilega gaman sko. Alveg sjá hvað við geislaði gleði sko, finnst þetta allt frábært. Alveg dásanlegt. Fjölskyldan hefur gaman að því að keppa við hvert annað og yfirleitt er einhver búinn að stinga upp á einhverju áskorun eða leik þegar þau koma öll saman. Við höfum á sumrin voru mikið ferðast bara um landi og verið í sumarbústöðum hingað og þangað á landi sko. Og það er nú yfirleitt einhver svona sparkvellir eða opin grassvæði eða eitthvað þar sem við höfum yfirleitt farið í fótbolta eða einhverja leiki og svona. Getur við farið í splitt fyrir mig? Já. Menn að gera það? Núna? Já. 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 Kunnið þið það ekki líka, strákar? Já, jú. Ekki svona.